Hæ, ég heiti Nanna og ég er náms- og starfsráðgjafi hér í Menntaskólanum á Egilsstöðum og ég, ásamt fleirum, ætla að fylgja þér í gegnum smá kynningu á ME, skólastarfinu, námsframboðinu, þjónustunni og félagslífinu hér í þessu stutta myndbandi. Arnar, áfangastjóri hér í ME, ætlar að byrja á því að fara með þér í gegnum hvernig spannakerfi virkar hérna og ýmsa aðra punkta sem gott er að vita í tengslu við skólastarfið hérna hjá okkur. Menntaskólinn á Egilsstöðum er svokallaður áfangaskóli þar sem nemendur velja sér áfanga hverju sinni. Nemendur eru því ekki í bekkjum líkt og í grunnskóla og eru yfirleitt með mismunandi stundatöflur. Á fyrsta ári eru töflur flestra nemenda reyndar svona tiltölulega svipaðar, þannig að fyrstásnemar hitta hvern annan mikið í kennslustundum. En eins og í flestum skólum að þá skiptist skólaárið í haustönn og vorun, en sérstæða ME felst kannski einna helst í því að hverri önn er skipt upp í 2 spannir. Það eru því 4 spannir á hverjum skólavetri og hverri spann lýkur með einhvers konar námsmati eins og viðtölum við kennara, sjálfsmati, jafningjamati, prófi eða einhverju slíku. Flestir áfangar í Menntaskólanum á Egilsstöðum eru 5 eininga áfangar. Það eru svona hinir hefðbundnu bóklegu áfangar. Og að jafnaði er nemandi í 3 slíkum áfangum á spann eða 15 einingum auk íþrótta. Þannig að meðal nám á einni spann er 15 til 16 einingar og þá 30 einingar á hverri önn eða 60 einingar á einu skóla ári. Einingin hefur ákveðna skilgreiningu á bakvið sig. Hún er bara skilgreind út frá þeim vinnustundum sem liggja á bakvið hana og ein eining samsvarar 20 klukkstunda vinnu eða 18 til 24 klukkstunda vinnu eða 3 daga vinnu miðað við 6 til 8 klukkstunda vinnu að meðaltali á dag, svona eftir eðli þeirra viðfangsefna sem verið er að fást við. Kennslustundum í ME er skipt í bundna tíma og verkefnatíma. Þar sem bundnir kennslutímar eru 5 í viku í hefðbundnu 5 eininga fagi og hver tími 55 mínútur. Þannig að nemandinn hittir kennarann sinn í faginu sínu á hverjum einasta virkum degi. Í bundnum tímum er nemandinn í kennslustund hjá kennaranum í faginu en hverju fagi fylgja að auki 4 verkefnatímar í viku. Þannig að samanlagt getum við sagt að það séu 9 tímar sem fylgja hverju fagi í viku, 5 bundnir og 4 verkefnatímar. Í verkefnatímum þá vinna nemendur einir eða í hópum að verkefnum í þeim námsgreinum sem þeir stunda, þá spönnuna, og hafa kennarana sér til aðstoðar. Ekki endilega þann kennara sem kennir þeim fagið, en í það minnsta einhvern kennara. Og ef nemendur leggja sér fram að þá er gjarnan hægt að ljúka heimavinnu í verkefnatímu og þá getur nemandinn sinnt öðru eftir að skóladegi lýkur. Og við getum sagt að kennsluhættir í ME taki mið af aukinni verkefnavinnu og verkefnatímar stuðli að aukinni virkni og ábyrgð nemandans á eigin námi. En það er skyldumæting í verkefnatíma, rétt eins og bundna tíma. Hver áfangi hefur ákveðna skammstöfun. Þessar skammstafanir eru nú ekki alltaf alveg augljósar, en ég ætla aðeins að reyna að útskýra þær á þessari glæru. Við sjáum til dæmis hérna áfanga sem heitir Lífs 1 BE05 og þar tákna fyrstu 4 stafirnir fagið. Lífs stendur fyrir lífsleikni og þetta er áfangi á fyrsta þrepi eins og rauðatalan segir okkur og svo koma þarna 2 stafir BE sem segja okkur að einhverju leyti til innihald áfangans, hvað hann fjallar. Og í þessu tilviki þá stendur BE fyrir borgaravitund einstaklingur. Það er að einhverju leyti það sem þessi áfangi fjallar Og aftast er tala 05
sem segir okkur að áfangin gildir 5 einingar. Þetta er 5 eininga áfangi í lífsleikni á fyrsta þrepi. Fjallar borgaravitund einstakling. Þetta segja þessi 2 stafir borgaravitund einstaklingur ekki alla söguna og hverjum áfanga fylgir auðvitað áfangalýsing sem lýsir miklu betur hvað áfangin fjallar. En kannski aðeins þrepin, ég segja að þessi áfangi sé á fyrsta þrepi, að í framhaldsskóla eru kennd að mestu leyti 3 þrep, þrep 1, 2 og 3, reyndar farið upp í þrep 4 líka og við komum kannski aðeins betur að því á næstu glæru. Á síðustu glæru minntist ég lítilega á hæfniþrepin, en bæði einstaka áfangar og eins námslok á námsbrautum innan framhaldsskólana eru á ólíkum hæfniþrepum og samanlagt eru þetta 4 hæfniþrep. Og hæfniþrepin mynda einhvers konar ramma mismunandi kröfur við námslok í bóknámi eða listnámi eða starfsnámi. Fyrsta þrepið getur við sagt að sé svona á mörkum grunn- og framhaldsskóla. Það felur í sér svona almenna menntun og þegar að nemendur hefja nám í einhverju nýju fagi sem hafa ekki stundanám í áður, að þá byrja þeir jafnan á þrepi nr. 1, færa sig svona upp á þrep nr. 2 og þrep nr. 3 og svo framvegis eftir því sem áfangunum fjölgar. Nemendur sem eru að koma úr grunnskóla, þeir byrja jafnan á fyrsta þrepi í nýjum fögum og þeir byrja hugsanlega líka á fyrsta þrepi í grunnfögunum, eins og ensku, íslensku og stærðfræði og dönsku. Þetta fer þó eftir í hvaða árangur þeir koma með úr grunnskólan. Það er að segja nemandi sem fær C eða lægra í þessum fögum sem ég nefndi, hann byrjar á fyrsta þrepi í þessum fögum í framhaldsskóla. Ef nemandi er með B eða hærra í þessum fögum, þá byrjar hann á öðru þrepi í framhaldsskóla. Þannig að það er til nokkurs að vinna að reyna að standa sig vel í grunnskólanum til þess að komast beint upp á annað þrep í grunnfögunum þegar komið er upp í framhaldsskóla. En annað þrepið er sem sagt, við getum sagt stutt sérhæfing sem miðar að faglegum undirbúningi undir frekara nám eða störf. Það er komin svona skörinni hærra en á fyrsta þrepi. Og svo tekum við þriðja þrepið sem einkennist af enn meiri kröfum þekkingu og leikni og hæfni og enn meiri sérhæfingu og fagmennsku og er kannski orðin sérhæfðari undirbúningur fyrir til dæmis háskólanám. Og við í Menntaskólanum á Egilsstöðum kennum áfanga á fyrsta þrepi, öðru þrepi og þriðja þrepi, erum reyndar með 1 áfanga líka á 4. þrepi. En 4. þrepið getur við sagt að sé svona á mörkum framhaldsskólanáms og háskólanáms. Þekking, leikni og hæfni eru hugtök sem eru notuð við gerð námsbrautarlýsinga og áfangalýsinga. Og við getum kannski sagt að markmið með öllu námi sé að gera nemanda hæfan í einhverju nýju eða hæfari í einhverju sem hann hefur fengist við áður. Og til þess að verða hæfari í einhverju þarf maður að öðlast þekkingu á sviðinu og maður þarf að öðlast leikni á sviðinu. Þannig að hæfni er einhvers konar samlagning af þekkingu og leikni. Það er til að mynda ekki nóg að búa yfir þekkingu, heldur þurfum við að geta greint hana og miðlað áfram. Og á sama hátt birtist leikni okkar ekki einungis í að læra aðferðir, heldur þurfum við að geta valið á milli aðferða og beitt viðeigandi vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum hverju sinni. Þannig að þekking og leikni tekur til alls náms, hvort sem það er á sviði bóknáms, listnáms eða starfsnáms. Hæfni nemanda felur í sér yfirsýn og getu til að hagnýta þekkingu og leikni í samræmi við aðstæður hverju sinni. Hún felur í sér greiningu okkar á eigin þekkingu og leikni með því að bera saman, finna samband,
einfalda, draga ályktanir og rökstyðja. Og í þessu ferli skiptir námshæfni, upplýsingalæsi, skapandi hugsun og hagnýting þekkingar lykilmáli. Á þessari glæru sjáum við þá ramma stundaskrá sem Menntaskólinn á Egilsstöðum hefur notast við síðustu ár. Og við getum kannski sagt að þetta sé þá ramminn utan allar stundaskrár í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Það er að segja rammi utan stundaskrár allra nemenda og allra kennara í skólan. Og þetta er litrík tafla eins og þið sjáið. Og hver litur táknar ákveðna blokk. Ef maður er skráður í tíma klukkan 9 á mánudögum, segjum að maður sé skráður í ensku klukkan 9 á mánudögum, að þá er maður líka skráður í ensku klukkan korter yfir 11 á þriðjudögum og klukkan 10:10 á miðvikudögum og klukkan 9 á fimmtudögum og klukkan korter yfir 11 á föstudögum. Þannig að allir bláu tímarnir hanga saman. Eins er með grænu tímana, blokk nummer 2. Ef maður er skráður í félagsvísindi klukkan 10:10 á mánudögum, að þá er maður líka skráður í félagsvísindi klukkan 9 á þriðjudögum og klukkan 11:15 á miðvikudögum og 10:10 á fimmtudögum og svo klukkan 9 á föstudögum. Þannig að litirnir hanga allir saman. Og eins og ég hef áður sagt að fyrir glærum að þá er nemandi að jafnaði skráður í 3 fög á hverju spönn og þá raðast nemandi í 3 af þessum 5 blokkum sem eru litaðar þarna í rammastundaskránni. Það getur verið blokk 1, 3 og 5 eða 2, 3 og 4 eða þetta getur raðast í rauninni allavega. En svo er stundataflan fyllt upp með verkefnatímum. Þannig að nemandi í fullu námi er í óslitinni töflu, getur við sagt. Það er að segja að það eru engin göt í töflu nemenda vegna þess að hún fyllist alltaf upp með verkefnatímum. Þið sjáðu það er líka blokk nummer 6, hún er grá hérna klukkan 15:10 á þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum. Í þeirri blokk eru bara verkefnatímar, engir bundnir tímar. Þannig að nemandi er að jafnaði í skólanum frá 9 á morgnana til ýmist 15 eða 15:50 á daginn. Þetta er þó ekki algilt því sumir nemendur kjósa að vera í íþróttum klukkan 8 á morgnana eða í íþróttaakademíu klukkan 8 á morgnana. Sumir nemendur eru skráður í matreiðslu til klukkan 7 á þriðjudagskvöldum. Þannig að þetta er ekki algilt en svona almennt með nemenda sem er skráður í 3 hefðbundin fög að þá er hann í skólanum á þessum tímum sem ég nefndi áðan. Og hér sjáum við hefðbundna stundatöflu nemanda í ME og ef við skoðum til dæmis mánudaginn þá sjáum við að klukkan 9 byrjar nemandinn í verkefnatíma og svo tekur við stærðfræði klukkan 10:10 sem segir okkur að hann er í stærðfræði í blokk 2 og klukkan 11:15 tekur við íslenska, hann er semst í íslensku í blokk 3. Svo eftir matinn byrjar viðkomandi nemandi í verkefnatíma og endar svo daginn á því að fara í þýsku. Það er að segja hann er í þýsku í blokk 5. Og ef þið skoðið stundatöfluna vel þá sjáu þið að nemandinn er 5 sinnum í viku í hverju fagi. Svo er hann í íþróttum á þriðjudögum klukkan 11:15 og á fimmtudögum klukkan 9. En að öðru leyti þá bara fyllist stundataflan upp með verkefnatímum. Nú er komið að því að kynna hvað það er sem er í boði hérna í ME og við viljum að þú veljið þér braut sem er í samræmi við þitt áhugasvið og þína framtíðarsýn. Við erum með starfsbraut og starfsbrautin er ætluð þeim nemendum sem eru með staðfesta greiningar og þurfa sérstaka aðstoð í sínu námi. Nemendur starfsbrautar sem að geta stundanám á bóknámsbrautum til stúdentsprófs eða á verknámsbrautum gera það svo með aðstoð stuðningsfulltrúa eða þroskaþjálfa og kennara. Og að starfsbraut er líka boðið upp á atvinnutengt nám. Svo erum við með framhaldsskólabrautir líka og þær eru
Góðar bara undirbúningsbrautir fyrir frekara nám á framhaldsskólastigi, hvort sem að það er bóklegt nám til stúdentsprófs eða einhvers konar styttri brautir eða iðn- og verknám. Svo eru sumir nemendur sem fara bara beint að vinna eftir að hafa lokið framhaldsskólabraut, en það er sem sagt hægt að útskrifast af framhaldsskólabraut með framhaldsskólapróf, en það verður kannski farið aðeins betur í það á eftir. Svo erum við með félagsgreinabraut. Hún er góður undirbúningur fyrir nemendur sem ætla sér í framhaldsnám í félags-, hug- og menntavísindum. Brautin gefur kost á miklu vali og nemendur geta lagað brautina að þörfum sínum og áhugasviðum og valið sér áfanga sem undirbúa þannig fyrir ýmiss konar framhaldsnám. Nemendur geta til dæmis valið almennu félagsgreinalínuna. Hún er góður undirbúningur fyrir til dæmis kennaranám, félagsfræðinám, uppeldis- og menntunarfræði, iðjuþjálfun, félagsráðgjöf, svo dæmis tekið. Og heilbrigðislína, hún er sérstaklega ætluð nemendur sem hyggja á námi í til dæmis iðjuþjálfun, sálfræði, sjúkraþjálfun eða hjúkrunarfræði. Og brautin er líka góður undirbúningur fyrir matvælafræði og næringafræði. Ef nemandi bætir þá við sig áfanga í næringafræði sem er kenndur reglulega í ME. Svo er það listnámsbrautin okkar hérna. Mörg tækifæri liggja til framþróunar á sviði lista og menningar, þar sem að margs konar skapandi greinar er að skipa stöðugt veigameiri sess í atvinnulífinu. Og á listnámsbraut er boðið upp á grunnmenntun á sviði list og hönnunargreina. Þannig að stúdentsprófabrautinni nýtist bara vel sem undirbúningur fyrir framhaldsnám í öllum listgreinum eins og myndlist, leiklist, tónlist, sviðslistum, handverki, hönnun, arkitektúr jafnvel, ef maður bæti við sér starffræðinni, list- og menningarfræði, svo dæmi sér tekin. Málabrautin, hún býr nemendur undir ýmis störf heima fyrir og á erlendu vettvangi, til dæmis störf í alþjóðlegum fyrirtækjum, fréttamönsku eða önnur störf í fjölmiðla, utanríkisþjónustu, leiðsögn og ferðaþjónustu. Í flestum störfum nú til dags þá er krafist góðra þekkingar á íslensku, ensku og fleiri tungumálum. Það getur verið mjög praktískt að hafa það. Tungumálanám er í raun undirstaða fyrir allt háskólanám líka, bæði á Íslandi og erlendis. Og flestar kennslubækur á háskólastigi á ensku. Hagnýtamálalínan, hún getur til dæmis nýst sem góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám í tungumálum, fjölmiðlafræði, ritstjórn, kennaranámi, sviðslistum, kvikmyndafræði, bókmyndafræði, þýðingafræði, ferðamálafræði og svo framvegis. Svo er það náttúrufræðibrautin. Markmið hennar er að búa nemendur undir námi í raunvísindum, heilbrigðisgreinum, verkfræði eða skyldum greinum á háskólastigi. Að námi loknu á brautinni eiga nemendur að hafa góða undirstöðuþekkingu í raunvísindum og starffræði. Á náttúrufræðibrautinni eru nokkrar línur, til dæmis almenna náttúrufræðilínan. Hún er svona sérstaklega ætluð þeim sem að stefna að háskólanámi í líf, jarð- og umhverfisvísindum, efnafræði, næringafræði og skyldum greinum. Verkfræðilínan er sérstaklega ætluð nemendum sem að stefna á frekara námi í verk- og tölvunarfræði, starffræði, eðlisfræði, svo dæmi séu nefnt. Og svo er það heilbrigðislínan sem er þarna alveg eins og á félagsgreinabrautinni. Hún er svona ætluð þeim sem að hyggja á háskólanám í heilbrigðisgreinum. Svo er hún auk þess góður grunnur bara undir frekara nám í líffræði. Á félagsgreinabraut og málabraut og náttúrufræðibraut þá er boðið upp á íþróttalínu og opnalínu, semst á öllum þessum þremur brautum. Íþróttalínan, hún undirbýr nemendur fyrir nám á störfina frístundageirans og til dæmis þjálfun í íþróttagreinum og er góður undirbúningur fyrir meira nám á háskólastigi í íþrótta- og heilsufræðum, til dæmis sjúkraþjálfun eða iðjuþjálfun, nuddfræðum eða næringafræði. Og opnalínan er fyrir nemendur með skýr markmið. Þá ljúka nemendurnir kjarnanum og brautakjarnanum á brautinni en fá svo mikið val til þess að raða niður náminu sínu eins og þeir sjálfir, það hentar fyrir þá sjálfa. Og þá er gott að gera það í samráði við okkur náms- og starfsráðgjana og það þarf þá að fá línuna samþykkta hjá skólameistara eða áfangastjóra.
Við bjóðum upp á nám á framhaldsskólabrautum hérna í ME. Framhaldsskólabraut 1 er ætlað þeim nemendum sem að þurfa að styrkja undirstöðuna sína í kjarnagreinunum, íslensku, ensku og stærðfræði til að geta í framhaldinu stunda nám annarkvort á bóknámsbrautum til stúdentsprófs eða starfs- og verknámsbrautum. Námið er 90 til 120 einingar sem að skiptist niður á 6 til 8 spannir og því líkur sem sagt á fyrsta eða öðru hæfniþrepi fer svolítið eftir bara hverjum og einum nemanda. Námið skiptist í kjarnagreinarnar, sem sagt íslensku, ensku, stærðfræði og svo lífsleikni og síðan bundið val. Og nemendur sem að útskrifast með hæfnieinkunnina D úr grunnskóla, jafnvel líka nemendur sem hafa verið með einstaklingsmiða námsefni, þeir innritast sem sagt inn á þessa braut og ætti hún sem sagt að nýtast nemendum mjög vel, hvort sem að þeir ákveða að halda áfram í námi eða fara beint út á vinnumarkaðinn. Nemendur sem að hafa síðan útskrifast með hæfnieinkunnina C í kjarnagreinunum 3 úr grunnskólanum, þeir innritast síðan inn á framhaldsskólabraut 2 og eru skráðir á hana þar til þeir hafa náð í rauninni fyrsta þreps áfangunum í íslensku, ensku og stærðfræði og innritast þá síðan í framhaldinu inn á annarkvort stúdensbrautir eða jafnvel ef þeir ætla sér að fara í starfs- eða verknám í framhaldinu. Ef að nemandi til dæmis kemur inn hérna í ME með B í íslensku og ensku en er með C í stærðfræði, þá í rauninni innritast hann inn á framhaldsskólabraut 2 og er þar þangað til að hann er búinn að ná fyrsta þreps áfanganum í stærðfræðinni sem er í rauninni upprifunar áfangi á 10. bekkjar stærðfræðinni. Þegar hann hefur lokið við þann áfanga að þá innritast hann síðan inn á þá braut sem hann vill vera skráður á, hvort sem það er félagsgreinabraut, náttúrufræðibraut, málabraut eða listnámsbraut. Þannig að það í rauninni tekur nemandan mun styttri tíma eða getur gert það að klára framhaldsskólabraut 2 heldur framhaldsskólabraut 1. Það sem að stúdentsbrautirnar hérna í ME eiga sameiginlegt er að þær eru allar sem sagt 206 einingar. Það tekur rúm 3 ár yfirleitt að klára stúdentspróf. Hins vegar geta nemendur sem að fara beintinn á annað þrep í öllum kjarnagreinunum klára á 3 árum en það þýðir þá að þeir þurfa að taka 4. áfangan á spönn 4 sinnum. Stúdentsbrautirnar, það er sem sagt námslokinn þeirra er á 3. hæfniþrepi og þær eiga það sem sagt allar sameiginlegt fyrir utan reyndar listnámsbrautina að þær skiptast í kjarnagreinar sem eru sem sagt skyldugreinar á öllum brautum. Það skiptir í rauninni ekki máli á hvaða braut þú ert. Kjarnagreinarnar eða kjarnin er alltaf svo sami. Það er áfangar eins og íslenska, enska, lífsleikni, saga, félagsvísindi, listir, heimspeki, til dæmis íþróttir, þessar greinar sem þú þarft alltaf að taka ef þú ætlar að klára stúdentspróf frá ME. Síðan sem sagt eru á hver og ein braut, sem sagt brautarkjarna, það er svona það sem einkennir hverja og eina braut og síðan er hægt að velja línur inn á öllum brautum nema listnámsbrautinni og svo er alltaf svigrúm fyrir val innan hverjar og einnar brautar. Inntökuskilyrðin á stúdentsbrautirnar eru þau að sem sagt nemandi þarf að vera með B í kjarnagreinunum 3 og svo langar mig kannski bara til að koma inn á það að uppsetning námsbrautana eru misjöfn sem sagt uppsetning og allt eftir markmiðum bara hverjar og einnar. Það er engin ein braut betri en önnur, það fer bara allt eftir hvert við stefnum í framhaldinu og hvaða undirbúningur er bestur fyrir okkur. Og svona í framhaldi af því að þá er gott að hafa í huga að stúdentspróf tryggir ekkert endilega sjálfkrafa aðganga öllu námi á háskólastigi. Sumar háskóladeildir krefjast að aukinni ákveðins undirbúnings, þar að segja að nemandi hafi lokið til dæmis einhverjum tilteknum áfengum eða ákveðnum fjölda eininga í ákveðnum fögum og síðan geta nemendur jafnvel þurft að standast inntökupróf til að komast inn í tiltekna námsleiðir. Sem dæmi mætti nefna læknisfræði, sjúkraþjálfun og hagfræði.
Þannig að því betri mynd sem að þú hefur á framtíðinni, því markvissari getur undirbúningun þinn í framhaldsskólanum orðið og þú þannig nýtt tímaðinn betur. Og þá erum við komin að mikilvæga atriði, að þú passir upp á að valið á brautinni þinni, hvort sem það verður hér í ME eða í einhverjum öðrum framhaldsskóla, að það val passi við áhugasviðið þitt, persónuleikann þinn, gildin þín, hæfileika og færni. Því það er nefnilega þannig að því betra samræmi sem er þarna á milli þessara þátta og framtíðarnám, starfa og starfsvettvanga, því líklegri eru við til að verða ánægð og hamingjusöm í starfi og þar með í lífinu. Nemendaþjónusta ME er þverfaglegt teymi sem hefur það hlutverk að veita nemendum þjónustu sniðna að þörfum hvers og eins varðandi nám, líðan og í raun og veru allt milli himins og jarðar. Ég heiti Arnar og ég er áfangastjóri og ég veiti aðstoð við val á áföngum og ég met nám nemenda frá öðrum skólum og aðstoð við námsferilsgerð, skipulegg og held utan um stundaskrár og ýmsa töflugerð í skólanum. Ég heiti Hildur og ég er félagsráðgjafi. Ég sinni ráðgjöf og stuðningi við nemendur sem glíma við tilfinningalega eða félagslega erfiðleika, þunglyndi, kvíða, áföll, ofbeldi og fleira. Mér finnst rosa gaman að vinna með styrkleika og seiglu og félagsfærni þjálfun. Þannig að ég hef áhuga á því að vinna svona bættir í sjálfsmynd nemenda. Við erum sem sagt 2 náms- og starfsráðgjafar í þessu teymi og ég heiti Nanna. Og ég heiti Kata og við Nanna veitum upplýsingar um nám og störf og við aðstoðum nemendur við að ná árangri í náminu sínu og átta sig á áhuga sínum og styrkleikum til dæmis. Við erum mikið að leiðbeina nemendum meðal annars um námstækni, tímastjórnun, markmiðssetningu og fleira sem að styðja við námið og lífið í skólanum. Við leggjum fyrir áhugasviðskannanir og vinnum úr þeim með nemendum og við sinnum fræðslu og ráðgjöf varðandi sértæka námsörðuleika, til dæmis lestrar og starffræðileika og ADHD og við getum aðstofað við gerð ferilskráa og ef nemendur vilja sækja í háskólum eða út í atvinnulífinu. Nemendaþjónustan býður líka upp á námskeið af ýmsum toga sem varða líðan og nám og eru opin öllum nemendum, til dæmis fokk-kvíði, sjálfsefling og súkkulaði, borðaðu froskinn og ADHD námskeiðið með ferrari vél en reiðhjólabremsur. Gildi ME voru valin af starfsfólki og nemendum skólans og það vildi svo dásamlega til að þessir 2 hópar voru hjartanlega sammála um að gildi ME ætti að vera gleði, virðing og jafnrétti. Þessi gildi birtast víða í starfi skólans allan ársins hring en jafnframt eru haldnar sérstakar vikur hverju gildi til heiðurs. Í gleðivíku er brugðið á leik með ýmsu sem er ætlað að auka gleði og gaman innan skólans og vekja nemendur og starfsfólk til umhugsunar um geðrækt og hamingju. Í virðingavíku veltum við fyrir okkur ýmsum birtingamyndum virðingar og hvernig má efla virðingu gagnvart okkur sjálfum, öðru fólki, samfélaginu okkar og umhverfinu. Í jafnréttisvíku er fjallað um jafnrétti frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum. En hér má sjá myndir úr nýafstæðinni jafnréttisviku þar sem var meðal annars boðið upp á plankaáskorun nemenda og starfsfólks og sleðagleði og sykurpúðasælu. Allt í nafni jafnréttis. Fardagar eru haldnir á hverju ári í ME. Þá mölbrjótum við upp hefðbundið skólastarf og tökumst á við alls konar ný og öðruvísi verkefni. Sem dæmi námsefni á fardögum má nefna leiklistarnámskeið, norrænar glæpasögur, hestamennsku, crossfit, jákvæða sálfræði, skíði, naglalist og snyrtinámskeið, zumba, LAN og austurlenska matagerðlist, svo dæmi sér tekin. Þannig að það er alltaf líf og fjör og alls konar út fyrir kassan á fardögum. Hæ, ég heiti Sigurlaug Eir og er formaður nemendafélagsins í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Nemendafélagi er sem sagt hagsmunafélag nemenda og sjáum við að skipuleggja helstu viðburði innan og utan skólans.
Þeir eru meðal annars nýnumaballið, þemaballið, fyrsti DS, Barkinn sem söngkeppni, Morfís, Gettu betur, leiksýning, LME, Megdagsviðburðir, lokaball, gleðar fyrir böll og fleira. Síðan erum við með mörg félög innan NME og þar á meðal LME sem leikfélagið, svo tónlistafélagið, íþróttafélag, málfundafélag, feministafélag, BME, Filmi, Anime, Kynsegin, Ritnefnd, Gúrmi og Stilmi. Þannig að allir ættu að finna eitthvað sem hentar þeim. Síðan getur hver sem stofnað sitt eigið félag og þannig að allir hafa mjög frjálsan tauminn. En við erum einnig með samfélagsmiðla. Þá höfum við á Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram og Spotify. Þannig að við erum alltaf að uppfæra fylgjendur og nemendur í skólanum hvað í gangi svo engin viðburður ætti að fara fram hjá neinum. Svo eins og sjáum á, þá nóg að gera yfir allt árið og engum ætti að leiðast hérna í ME. Hæ, ég heiti Karen og formaður tónlistafélags skólans og það sem tónlistafélagi stendur aðalega fyrir eru tónlistarviðburðir og að halda tónlistarlífinu bara gangandi. Og svona stærsti viðburðurinn okkar Barkinn sem söngkeppni skólans. Sigurvegari Barkans fær að keppa fyrir hönd skólans í söngkeppni framhaldsskólana og ég fór einmitt þangað í fyrra ásamt vinkonum mínum Soffíu og Ragnhildi. Já, ég heiti Soffía og ég heiti Ragnhildur og við fengum það skemmtilega tækifæri að fara suður í keppnina og það var mjög mikil reynsla fyrir okkur. Já, og það var einmitt bara ótrúlega gaman og þetta var mikil lífsreynsla og bara mjög gott tækifæri til þess að koma sér á framfæri. En já, það einmitt það sem að tímið svolítið gengur út á, að bara hafa gaman í tónlistinni og ef þú kannt á hljóðfæri eða að syngja eða eitthvað, hefur bara áhuga á tónlist yfir höfuð, þá getur þú komið í tímið. Já, það góður vettvangur til að koma sér á framfæri í félagslífinu. Yes. Hæ, ég heiti Hildur Vaka og er listnámsbraut í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Ég líka formaður LME eða leikfélagi Menntaskólans á Egilsstöðum. Í LME gerum við sketsa, lög, þætti, höldum spuna og leikjakvöld, gerum stuttmyndir ef við erum í stuði og fleira og fleira. En langstærsti þátturinn á LME eru verkin sem við sýnum á hverju ári sem eru ýmist leikrit eða söngleikir. Í ár erum við að gera frumsaminn söngleik með lögum eftir Michael Jackson. Það gefur manni svo ótrúlega margt að vera í LME og hvetja alla af heilum hug til að vera með. Maður verður reynslunni, vinunum og minningunum ríkari. Það eru allir velkomnir í LME. Hæ, ég heiti Bjarndís Diljá og formaður IME sem íþróttafélag Menntaskólans á Egilsstöðum. Starfið mitt innan nemendafélagsins að halda vikulega 2 til 4 sinnum í viku litla íþróttaviðburði. Þar mæta krakkar saman og spila til dæmis saman fótbolta, skotbolta, kíló og alls konar skemmtilega íþróttaleiki. Ég sé einnig stóru íþróttaviðburðina sem eru oftast einu sinni til 2 sinnum á önn. Það eru til dæmis sundlaugapartí, bæjarins bestu sem eru íþróttaleikar milli bæjarfélaga innan menntaskólans, einnig eru áramótin og það eru íþróttaleikar á milli árganga og kennara sem keppa í alls konar íþróttum. Íþróttaviðburðirnir eru skemmtilegir til þess að taka smá pásu frá lærdómnum og hafa gaman saman og hreyfa sig. Við vonum að þú hafi fengið svör við spurningunum þínum eftir þetta myndband og bara endilega ekki hika við að hafa samband við okkur hér í ME ef þið vantar frekar upplýsingar. Svo bara minnum við á heimasíðun okkar, me.is. Síðan höldum við líka út í Instagram síðan, Menntaskólinn EGS. Endilega fylgstu með okkur þar. Annars bara vona ég að við sjáumst í haust. Takk fyrir mig.